Í síðasta mánuði kom frétt uppfærslu á kynbótamatinu þar sem á að bæta við keppnisgögnum inn í kynbótamatið og við erum hér með Þorvald Kristjánsson sem ætlar að segja okkur svolítið frá því. Já, það hefur verið náttúrulega til umræði mörg ára að nýta keppnisgögn í kynbótamatið og eins og við þekkjum að þá höfum við notað eingöngu kynbótadóma til grundvallar mats- og kynbótagildi hrossa. En það er náttúrulega fullt af upplýsingum sem liggja og eru til gangkvæmni hrossa sem sagt í keppnum og þetta var náttúrulega uppistaðin í doktorsverkinu Elsu Albertsdóttur sem kom út 2010 og svo tóku þau þetta svolítið fastari tökum núna svona fyrir 3 árum, hún og Gísli Guðjónsson og ekki síst Þorvaldur Árnason í Svíþjóð sem er guðfaðir kynbótamatsins hjá okkur og skoða þetta nánar og það sem kom í ljós einfallega er það að það er mjög vel gerlegt að nýta keppnisgögn eða dóma inn í kynbótamatið og hugmyndin er svo eins og kom fram í greininni að þar kom alltaf svolítið bara ítalið svona útlistun á þessu, þannig að ég kannski fer ekkert mjög djúpt í þetta en málið er einfallega það að nota dóma úr sem sagt world ranking mótum, fullorðinsflokkum þá og stærri gæðingakeppnum sem sagt, bæði á Íslandi og erlendis nýta þessa dóma inn í kynbótamatið og það sem kemur í ljós er auðvitað að arfgengi eða hvað dómarnir segja okkur kynbótagildi gripanna í keppnum er heldur lægra heldur en kynbótadóm. Kynbótadómurinn er með tiltölulega hátt arfgengi og hann segir okkur mjög mikið rauninni kynbótagildi gripanna. Þannig að arfgengi keppnisdóma er heldur lægra en engar síður að þá er mjög há erfðafylgni á milli sem sagt keppnisdóma og kynbótadóma sem sagt og þannig að bæta við upplýsingum úr keppninni bætir náttúrulega við bara verðmætum upplýsingum og eykur öryggið bara á kynbótamatinu vegna þess að þetta er bara meiri upplýsingar sem við erum úr að móða. Þannig að þetta sem sagt þessu verður núna bætt við núna í maí sem sagt það verður sem sagt þá gerð uppfærsla núna í World Wing á kynbótamatinu og þá hefur fólk svona sumarið svolítið til að skoða þetta og velta þessu fyrir sér og sjá hvað áhrif þetta hefur á sín hross og svo framvegis. Og þá erum við að keyra þetta rauninni í annað sinn núna í haust sem er þá grundvöllur afkvæmverðlauna í haust og svo í 3. skipti þá fyrir landsmót þannig að það er mjög mikilvægt að svona breyting kom ekki inn bara korter í landsmót til dæmis þannig að ég held að þetta sé góða tímapunktur núna í maí að setja þetta inn og þetta átt að koma inn sem sagt núna í apríl en það varð aðeins bara rauninni sem sagt við uppgötum aðeins smá villu í gögnunum sem er reyndar löngu búið að leiðrétta en það varð aðeins hyggsti í tölvubúnaði hjá Þorvaldi Árnasyni í Svíþjóð sem þarf aðeins að leysa úr en þetta er á góðri leið og kemur núna inn í maí vonandi kringum upp á miðju maí sem sagt 15-20 maí þannig að bara leið og það er búið að rístarta tölvunni hjá Þorvaldi þá kemur þetta inn þannig að þetta er mjög spennandi og náttúrulega það eru mjög margir náttúrulega að rækta keppnisross þannig að þetta mun fyrstulega bara bæta öryggi kynbótamatsins svo mun koma þá kynbótamat fyrir sem sagt 4 eiginleika í keppnum sem sagt 12 greinar sem er þá samblanda T1 og T2 fjórgangsgreinar, 5-gangsgreinar og skeiðgreinar þetta kemur allt fram í greininni og öryggi þessara kynbótagilda fyrir þessara keppniseiginleik mun þá einnig birtast í World Wing þannig að við erum alltaf að reyna bara auka við upplýsingarnar fyrir ræktendur til að vinna úr í sínu ræktunarstarfi þannig að þetta er skref í þá átt og bæti bara við verðmætum gögnum og upplýsingum fyrir okkur í ræktuninni. Styrkir klárlega verkfæri sem að kynbótamatið er svona þannig að ræktendur geta nýtt sér það betur. Já, það verður eins og ég segi það verður áfram mesti þungin verður áfram á upplýsingar á kynbótadómnum enda segir hann okkur bara meira kynbótagildi gripanna. Þetta eru verðmætar upplýsingar og bætum þeim við og styrkir og eykur öryggi kynbótamatsins og þannig að þetta er og þetta segir okkur líka eitt af lokum sem við dættir í núna að sko þessi háa erfðafylgni sem er á milli kynbótadóms og keppninar eins og það eru 90% erfðafylgni milli 12 í kynbótadóm og 12 í keppnum það segir okkur líka og styrkir rauninni bara stöðu kynbótadómsins það segir okkur líka það hvað kynbótadómur og þær upplýsingar sem eru það segir okkur mikið nú þegar og strax kynbótagildi gripanna hvað varðar keppnisræktun, keppnisrosaræktun og bara eitthvað spágild árangur einstaklingsins í keppnum eða keppni þannig að þetta styrkir held ég bara
kynbótadóminn mjög mikið að fá þessu upplýsingar fram og áfram eigum við náttúrulega að í ræktun auðvitað eigum við að styðjast fyrst og fremst við upplýsingar úr kynbótadómi. Þar erum við að fá upplýsingar ungu gripina og þar með að flýta erfðaframförum. Við eigum náttúrulega, flestar hryssur okkar eigum náttúrulega að fara undir stóðusta sem að standa sig vel bara 4, 5 og 6 vetrar í kynbótadómi. 65% af hryssum eiga að fara undir þá hesta. Þannig erum við að flýta erfðaframförum og standa framalega í þessu öllu saman en þetta eru bara, mjög verðmætar upplýsingar sem sjálfsagt að nýta. Takk hérlega fyrir þetta. Það eru gaman að fylgjast með bara þróunina á kynbótamatinu og bara svona ræktunarstarfinu í næstu ár. Nákvæmlega, það er alltaf bjart framöndan hjá okkur. Takk fyrir. Takk hérlega.